tilbúin. Þú setja bara í start. Góða kvöldið. Ég byrja á að bjóða ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar. Eins og þið þekkið, þá hefur staðið yfir athugun á húsnæði Vallasels vegna heilsufarseinkenna hjá leikskólabörnum og starfsfólki. Markmið þessa fundar að kynna niðurstöður úttektarverkis sem var falið að gera úttekt á húsnæði leikskólans út frá ábendingum frá Akraneskustofnun. Nú liggur fyrir lokaskýrsla og mun Indriði Níelsson, byggingaverkfræðingur hjá Verkís, kynna niðurstöðunar hér á eftir. Jafnframt mun Vilborg Guðný Valgeirsdóttir, leikskólastjóri Vallasels, vera með kynningu. Við viljum leyfa ykkur foreldrum barna í Vallaseli að fá nú þegar aðgengi að þessum niðurstöðum með þessari kynningu og fá tækifæri til að spyrja bæjaryfirvöld og sérfræðingar hjá Verkís spurninga. Ef að spurningar vakna, þá sömuleiðis með Indriða Sævar Þór Jóhannsson hjá Verkís, tilbúin að grípa inn í og svara spurningum, og Alfreð hjá Akraneskustad hér með okkur sömuleiðis sem að getur gripið ákveðnar spurningar. Smá tæknilega ábending sem ég þurfti að koma hérna á framfæri sem að verða að kippa í liðin. Svo langar mig að koma því á framfæri að skýrslan í fullri lengd verður aðgengileg á vef Akraneskustadar og það verður gert bara strax og fundi lýkur og síðan á vef Vallasels sömuleiðis. Við viljum hafa í huga þegar við förum yfir niðurstöðunar að við erum tiltölulega nýlega búin að fá þær í hús. Það bárust núna fyrir örfáum dögum síðan. Við erum að hafa smá svigrúm til þess að vinna á úrbótum, en ég vil fullvissa ykkur öll að við ætlum að fara eins hratt í úrbætur og mögulegt er. Og það verður ekki slegið af í því að tryggja að heilsa fólks verði sett í forgang og við munum gera okkur allra besta til að tryggja þessu verði. Og hratt hafi verið brugðist við nú þegar sem að við fáum upplýsingar hér á eftir, að loka fyrir þau rými sem við töldum þörf á. Þá viljum við líka vanda ákvörðunartökuna og vanda til verka, fara vel yfir valkosti og eiga gott samtal við stjórnendur, starfsfólk og ráðgjafa útfærslur, þannig að það verði tryggt að það verði mætt þeim áskorunum sem við erum með í húsnæðinu á eins faglegan hátt og mögulegt er. Einnig mjög mikilvægt að þið foreldrar séu vel upplýst þær aðgerðir sem við ætlum að grípa til. Aðgerðaráætlun var virkjuð strax í síðustu viku og það var skripið strax til aðgerða sem miða því að nemendur og starfsfólk nýti ekki íverustæði sem að talið er að loftgæði séu ófullnægjandi. Og meðal annars má það nefna að ákveðnum rýmum var hreinlega lokað og notkun á öðrum rýmum voru endurskipulögð með það í huga að starfsemin geti haldið áfram. Það er mikilvægt að taka ekki hættu með börnin, við munum aldrei gera það og við munum leggja áherslu á að bregðast hratt við nú þegar með þessum hættum. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka starfsfólki Akraneskustadar sem hefur sýnt fagmennsku og frumkvæði í því að vinna úr þessum áskorunum og hefur líka lagt sig í líma við að tryggja að hægt sé að halda úti leikskólastarfi við breyttar aðstæður. Og stjórnendur, starfsfólk, iðnaðarmenn, leikskólabörn og foreldrar þið öll frá skilið að fyrir frábært starf og skilning á þeim aðstæðum sem nú eru uppi. Þetta bara einfaldlega verkefni sem við munum koma saman í gegnum og þá ekkert að vanbúnaði en að hleypa næst Indriða hér að, Níelsinni frá Verkís og svo mun Vilborg Guðný Valgeirsdóttir leikskólastjóri fara yfir viðbrögð og svona hvernig þessar
breytingar eru áhrif á starfsemi skólans. Og svo munum við fara aðeins skarpar yfir úrbótaáætlanirnar og eftir að Vilborg hefur lokið sínu máli. Og ég vil benda ykkur á að á meðan að fundi stendur getið þið komið á framfæri spurningum sem er hægt að gera með því að smella efst í hægra hornið á svokallaðan tjattglugga eða spurningaglugga og þá getið þið komið spurningum á framfæri. Við munum svara spurningunum í lokin eftir framsöguna og yfirferðina hjá Indriða og Vilborgu. En það er að gera leið og spurningar vakna og meðan að kynningin stendur yfir, koma þeim á framfæri. Það er hægt að gera það nafnlaust en ég hvet þetta alla til þess að gera það undir nafni og við munum gera okkar allra besta með þessu góða fólki að svara spurningunum sem hér berast. En Indriði, ég ætla þá að gefa þér orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komið sæl öll sömul. Ég treysti því að þið sjáið hérna skjáinn. Já, það. Flott. Það sem ég ætla að fara yfir hérna og í rauninni þær afurðir sem að koma úr skoðun okkar er að það er fyrsta lið almenn kynning og skilgreiningar á skoðunarkerfi. Þetta er í rauninni verkfæri svo að þið getið lesið úr þeim niðurstöðum sem að þið fáið og hérna þið getið lesið skýrslurnar og skilið svona þessa kynningu sem ég er að hlaupa hérna yfir. Númer 2, það er yfirferð og skýring á helstu atriðum sem byggingin fær til meðhöndlunar ásamt niðurstöðum og samantekt. Í þriðja lagi er það svo heildarskýrslan sem er heildarlisti úrbóta fyrir iðnaðarmenn og Akranes kaupstað. Þetta er svona fyrir hinn almenna lesanda kannski ekki jafn áhugavert en svona þessi liður 2 er svona betra til aflestrar. En ef þið hafið áhuga, þá liggur mun heildarskýrslan liggja fyrir. Fyrst byrjum við á því að afla upplýsingar frá verkkaupa. Og þetta er gríðarlega mikilvægt skref. Hérna merkjum við inn á grunnmyndir að það sem viðkvæmir starfsmenn eru eða þar sem óþægindi hafa verið kynnt. Allar upplýsingar sem hjálpa til við rannsóknina og eru fyrir hendi eru af hinu góða. Þetta í atriði 2, þá förum við í svokallaða ítarlega byggingarskoðun og þá í fyrsta lagi farið sérstaklega yfir öll tilkynnt rými. Í þeim rýmum er ekki hefðbundin skoðun, heldur er leitað að orsökum fyrir tilkynningum óþægindi. Í annan stað er farið yfir öll eftirfarandi rými. Það er farið yfir alla útveggi, votrými og alla staði sem geta reynst byggingareðlisfræðilega veikir með tillit til byggingartíma hús. Það er farið nánast yfir öll votrými með rakamæli. Nú, þriðji liður snýst skýrsluskrif og hugsanlegar óskað eftir frekari opnunum og eða jafnvel sýnatökum. Sýnatökur vakin athygli á því að ekki er þörf á að taka sýni þar sem skemmt byggingarefni heldur skal fjarlægja það strax. Sýnatökur eru notaðar þar sem vafi eða grunur vaknar skemmdir
eða þær verða ekki staðfestar með öðrum hætti. Sýnatökur má einnig nota til tegundagreiningar en aðferðafræði okkar og hefur verið að við viljum sýnilega skemmt byggingarefni í burtu óháð því hvaða tegund myglu eða skemmta það er. Þá er komið að henni ítarlegu byggingaskoðun. Það eru 4 meginþættir sem við skoðum. Það eru ástandsgráða, afleiðingar skemmta, áhætta og forgangur aðgerða. Ástandsgráða hefur 5 einkunnir. Einkunnina 0 fær nýr byggingarhluti. Einkunnina 1 fær byggingarhluti sem í mjög góðu lagi. Þegar við erum komin í einkunnina 2, þá erum við komin í byggingarhluta sem þarfnast viðhalds. Það getur verið byggingarhluti sem skemmdur vegna lélegs viðhalds, rangt viðhald sem hefur skemmt út frá sér, eða þegar viðgerðir eru mikilvægir án tillits til stærra samhengis hvert verkefnis. Einkunnin 3, þá erum við komnir í heildarendurnýjun og þetta snýst í rauninni ekki einkunn sem hægt að fá fyrir ástand innanhús. Við gefum stundum einkunnina þegar við erum að óska eftir því að fá frekari opnun og því skrifum við inn sem minnislista að ástand sé óþekkt. Þá er komið að svokölluðum afleiðingum skemmda. Þessi staðall skoðar eins og þið sjáið lengst til vinstri mjög mörg atriði. Við hins vegar leggjum megin áherslu á öryggi og heilsu. Afleiðingar skemmda eru 4 einkunnir. Það eru 0 fyrir engar afleiðingar, 1 fyrir litlar eða meðalafleiðingar, 2 fyrir verulegar afleiðingar eða 3 fyrir alvarlegar afleiðingar. Með tilliti til öryggis eða heilsu í umhverfinu. Áhættan er því næst skilgreind sem mikil, meðal eða lítil og þegar við erum komin með alla þessa þætti, þá getum við skilgreint forgang aðgerða. 1 verandi mesti forgangurinn, 2 meðalforgangur og 3 minnsti forgangur. Þá lítur atriðið okkar svona út. Hérna kemur þá mynd af skemmdinni eða viðkomandi athugasemd. Ástandsgráðan, hún væri þá til dæmis númer 2. Afleiðing skemmda 2, áhætta lítil og forgangur 1. Lýsing, þar lýsum við því sem er í stuttu máli og setjum jafnvel fram tillögur viðhald. Þetta plagg getið þið notað þegar þið lesið skýrsluna, en núna ætla ég að fara yfir næst, hvar Vallarsel, það er hérna, svona, og núna ætla ég að fara yfir Vallarselið. Ég mun tala þetta í þessum
þessari röð. Alma 1 er hér nyrst, svo er það tengibyggingin og svo Alma 2 hér syðst. Húsnæðið er á einni hæð og skiptist í 3 álmur sem hafa verið byggðar í 3 áföngum. Fyrsta álman er byggð 76 og 81, önnur álman árið 2003 ásamt tengibyggingu. Þið þekkið þetta nú líklega flest betur en ég. Svo vil ég bara sýna að þetta er atriðalisti sem að verður til úr þessari ítarlegu byggingaskoðun. Og þetta þýðir samt ekki að þetta sé allt hræðilegt sem sé að. Megnið af þessum athugasemdum er í raun almennt viðhald og þreytt byggingarefni sem er komið á tíma. Það eru hins vegar, hérna hefjum við tekið saman almennar athugasemdir. Það eru suðuþræðir í góldúk sem þarf að laga og loka. Það þarf að fara yfir kítti með öllum salernum, vöskum, hurðarkörmum og ofan á skúringalista fyrir neðan, handþurrkur. Einnig þarf að kítta í kverkar á milli gólfflísa og skúringalista, sérstaklega þar sem að von er á að bleyta komist til dæmis frá fatnaði og skóm. Hreinsa gólfniðurföll og loftræsitúður. Þetta er megin uppstaða allra athugasemdana sem við erum að horfa á. Það eru hins vegar í þessari álmu 2 athugasemdir sem við viljum flokka sem fyrstu aðgerðir og við teljum mjög mikilvægt að fara í strax. Það eru miklar rakaskemmdir sem hafa orðið frá lekum gluggum á suðausturhlið. Búið er að skipta út gluggum en á eftir að lagfæra rakaskemmdir að innan, bæði á veggjum og gólfi. Þetta eru punktar 1.1 og 1.2 í skýrslunni og þið sjáuð hérna til hliðar á yfirlitsmyndinni. Hérna. Milliveggur á milli salernis og vaskahús er ónýtur. Þetta eru punktar 1.22 og 1.23. Þessum rýmum þarf tafarlaust að loka, fjarlæga skemmt byggingarefni sem fyrst. Hérna sjáum við svo hvernig þetta er skoðað. Hérna sjáum við atriði 1.22. Við erum með ástandsgráðu 2. Afleiðing skemmda 2, áhættu meðal og forgang 1. Slanga úr þurrkara hékk niður á gólf, tengja við frárensli eða vera með barkaþurrkara, bólgnar spónaplötur og skemmd í dúk hér. Loka þarf þessu rými, fjarlæga skemmt byggingarefni, útskipting spónaplatna og dúks á skemmdu svæði. Þetta eru í rauninni heildarframkvæmdir á þessum vegg og þessu gólfi. Næsta atriði er tengibyggingin. Hérna merkjum við leka í tengibyggingu og almennt þarf að yfirfara eftirfarandi. Rakaskemmdir í lofti er uppi við vesturingang við álmu 1 og ofan við glugga í skoti í austurhluta uppi við álmu 2. Víða eru lausir skúringaflísar á veggjum. Kítta þarf við hurðarkarma, raki í gólfi við gólfsíða glugga á norðurhlið. Það er á einum stað, það er sem við setjum inn sem fyrstu aðgerðir.
Það að skipta út fúnum glugga og skoða hlið í vegg hér. Það liður 2.7 og hérna veggur gifsaukur sem að liggur hérna út frá. Hérna sjáum þið að við erum búin að stinga í markera þennan vegg, en við sáum víða lekatauma á þessum veggjum. En þau tengjast aðeins utanhússkoðuninni sem að við förum betur yfir og eftir. Og þá erum við komin í álmu 2 og eins og þið sjáið þá er ég ekki að fara yfir öll atriðin, heldur bara að hlaupa yfir fyrstu aðgerðirnar, svona rétt til þess að sýna ykkur, en það er sko heildarskýrslan fyrir ykkar skóla 66 síður og hérna, en ég er svona að reyna að gefa ykkur nokkuð góða mynd af því sem er að. Fyrstu aðgerðir eru hér að skemmd er á gólfdúk við glugga á norðurgafli hússins. Stúka þarf svæði af og fjarlæga skemmt efni sem fyrst. Þetta eru liðir 3.1, 3.4 og 3.3. Athuga þarf hvort að leki og rakaskemmdir hafi náð í millivegg. Lagfæra þarf þéttingar við glugga og koma í veg fyrir frekari leka áður en farið í lagfæringar. Rakaskemmdir undir og í gegnum vegg við inngang. Hérna. Þegar að vinna hefst og við byrjum á að opna skemmdir, þá vitum við í rauninni aldrei endanlegt umfang. Það er í rauninni, skemmdir eru afmarkaðar í upphafi, en svo eru reglur varðandi það hve mikið maður fer út fyrir skemmt byggingarefni og iðnaðarmenn og starfsmenn Akraneskaupstað þekkja það og hafa þá reynslu að þeir fara í svona flestum verkefnum 0,3 til jafnvel hálfan meter út fyrir skemmt byggingarefni. Þá fjarlægir heilt byggingarefni. Almennt gildir fyrir álmu 2 að það er mikið rakaskemmdir í veggjum í kringum glugga. Gluggar eru þéttir að utan einungis með svokölluðum ilmútborðum sem eru ekki fullnægjandi sem ysta þétting. Kýtta þarf með lögnum og loka inn í veggi, böskum og klósettum og þarf að yfirfara suðræða í kverkum gólfdúks og skúringalista. Hreinsa þær gólfniðurföll og loftræsitúður. Hérna sjáum við úr skýrsluna, hérna var teppi yfir og hérna sjáum við athugasemdirnar, skemmdir og mygla í dúk, raki mælist í gólfi. Samkvæmt starfsfólki er vanalega að motta yfir blettinum, loka þar svæði af og gera við. Opna þarf og athuga ástand á vegg þessum, milli stofu og salernis. Raki mælist líka undir flísum á salerni. Sjá punkt 3.4. Yfirfara þarf þéttingar á og í kringum glugga, koma í veg fyrir leka. Þannig að Akraneskaupstaður fær 66 blaðsíður af svona athugasemdum, en það eru ákveðnar athugasemdir sem að fara strax í forgang 1 og fyrstu fá dæmið fyrstu aðgerðir. Og ástandskoðun utanhús, þá er
almennt þarf að yfirfara eftirfarandi. Það nokkuð mikið af sprungum í útökjum á Olmu 1. Mála þarf glugga, lagfara þakrennur, þakfrágangur yfir göngum á tengibyggingu, ilmútborð ekki lögleg ysta þétting, lagfara eða skipta út fúnum gluggum og það þarf svona aðeins að lagfara þakfrágang, breyta einu og öðru varðandi flæsningafrágang og það þarf að hafa í huga að gera við þak og leka að utanverðu áður en það verður farið í viðgerðir að innanverðu. Hérna sjáið þið til dæmis örina sem að vísar á leka hérna í þessa kverk og það var þessi lélega flæsning hérna ansi grunnsamleg orðin sem hefur líklega verið margkýttuð. Nú, alls eru 5 forgangsatriði sem Akraneskaupstaður mun ráðast í sem fyrst í samvinnu við Vallasel. Töluverð vinna í hefðbundið viðhald og almenna atriði sem eru listuð upp í skýrslu og vinna utanhús einnig nauðsynleg til að tryggja þéttleika byggingar. Og þá gef ég orðið bara aftur frá mér. Já, ég þakka Indriða Níelssyni kærlega fyrir hans yfirferð og ég minni á að við komum spurningum á framfæri á meðan að við erum að halda þessar kynningar. Næst ætla ég að finna Vilborgu Guðný Valgeirsdóttur, leikskólastjóra Vallasels og hún tekur nú við og fer yfir sína kynningu. Já, hérna bara hverju að byrja en allavega við hérna erum legastæði þessar vegferð og verkefni okkar framöndan stórt en það alls ekki óyfirstíganlegt og hérna fyrst og fremst náttúrulega þurfum við að gæta heilsu og öryggi barna og starfsfólks og hérna og til þess að mæta því þá þurftum við að fara í ákveðnar aðgerðir bara strax og þau rými sem við þurfum að færa til eða rýma eru undir jáðarvelli, það eru hitakompa, salerni, þvottahús og svo sérkennsluherbergi. Það eru þessi 5 atriði sem við kan byrja á að fara í en að sjálfsögðu erum við fleiri atriði en þetta er svona forgangsatriði hjá okkur. Við byrjum á Lundi og þar inni mygla og rakaskemmdir allavega mygla í einu rými og rakaskemmdir þá undan í 5 rými. Í dag þá flutti Lundur yfir í salinn og það tókst að gera þetta bara á ótrúlega ljúfan og góðan hátt og börnin tóku fullan þátt og hérna þannig að en þetta er að minnka töluvert svæði sem við höfum og ég er búin að vera í góðu samtali við aðra leikskóla sem við erum að fá aðfanga útgjörslusvæði í Garðalundi. Það mun svo nýta til þess að brjóta þessu daginn og jafnvel fara með minni hópa. Það getur verið áreiti að vera lengi í litlu rými með stórum hóp. Við munum upplýsa foreldra framvinda af þessu fyrirkomulagi en við getum svo sem ekkert sagt í rauninni hversu lengi þetta kemur til að vara en við gerum allt til að tryggja öryggi og heilsu barna og starfsfólks. Jáðar. Þar eru rakaskemmdir útökjum í innra herbergi þar sem börnin sváfu áður og því mikilvægt að bregðast við því og strax í dag þá snerum við jáðri við. Það er að innra herbergi verið nýtt fyrir borðvinnu og matatíma og ytra herbergi fyrir leik og hvíld. Þannig að þau eyða ekkert miklu tíma inn í þessu rými þar sem rakaskemmdirnar eru. Það mun að einu verið tímapunkti þurfa að gera aðrar ráðstafanir en þetta er alltaf fyrsta skrefið að koma börnum og starfsfólki á því svæði sem liggur undir skemmdum. Þetta getur líka ótrúlega ljúft og börnin sváfu
mjög vel í öðru rými. Þetta var svona eins og að vera í gistinótt. Vellir, þar eru líka rakaskemmdir út ekki mínu herbyggi og það var einu sama, við snýrum þeim því við. Vellir eru í rauninni betur sett hérna deild, þau hafa fleiri rými eitthvað á hérna bjóða en hérna þarna sem skalli í þetta herbyggi ytri kvild og leik. Og það sama þarna að það munar á einhverjum punkti fyrir að gera eitthvað ráðstafanir. En við viljum koma öllum á starfsfólki út af þessum svæðum og vera sem minnst þar. Eins og Indriði sagði þá hitakompa starfsmann sagði upp á þvottahúsi, eldri húsinu að þessum þarf að loka og við erum svo sem að reyna að lausna margir þvottahústöðu til að koma þvotti frá okkur og það kemur bara ljóskurinn það er þetta sem eru svona innanhús úrlausn. Nú sérkynslaherbyggi, það verður ekki í notkun. Þar inni er rakaskemmdir sem við teljum að hafi haft áhrif á auka heilsu barna og starfsfólks og því munum við ekki sinna sérkynstu við þessu herbyggi, heldur nú sérkynsta fara fram inni á deildum. Nú, önnur svæði á leikskólanum í skýrslunum eru koma fram ótrúlega margar ábendingar varðandi aðra staði. Margir af fallegindi forgang 1 eða eru jafnvel bara hluti af svona venjulegu svona viðhaldi. Þannig að þetta er alltaf það sem við komum til að byrja á. Og það er ljóst að þetta er miklu upplýsingar fyrir ykkur sem þið þurfum bæði að melta bæði foreldrar og starfsfólk en við vinnum þetta saman og mestu máli skiptir við erum öll í sama báti og við erum öll að róa í sömu átt. Við viljum vinnast á barna okkar við allra besta og leggjumst öll á að það gangi sem best. Við viljum leggja áherslu á að halda foreldrum og starfsfólki við upplýstum framöndu máli var þessari. Og svo að lokum þá vil ég þakka Akranesskaupstað og Verkís fyrir bara virkilega fagleg og góð viðbrögð og bara vonandi gengur þetta bara mjög vel hjá okkur. Takk fyrir. Já, ég vil þakka Vilborgu fyrir góða yfirferð sömuleiðis og mikilvæg orð sem hún kemur hér á framfæri að við erum öll í sama liði. Við ætlum að tryggja að hér verði öryggi barna og þeirra sem starfa þarna sé í fyrirrúmi. Næsta skref auðvitað hjá okkur eins og hefur verið farið yfir er að framkvæma þær endurbætur sem er mikilvægast að fara í og nefndar hér til sögunar hjá okkur. Og við erum auðvitað að vinna með ýmis verkefni sem að við erum þegar að horfa til. Við erum þegar hafið aðgerðir, við erum lokað ákveðnum rýmum og farið í breytingar á skipulagi. Og svo erum við sömuleiðis bara að fara í gegnum það að meta valkosti við hvernig við nálgumst verkefni. Við höfum lagt áherslu á að þegar við förum í stærri framkvæmdir þá séum við að gera þannig að iðnaðarmenn geti starfað án þess að það sé hafa áhrif í rauninni á börnin og sömuleiðis séu þá rými innsuglu sem við höfum áhyggjur af. Og við munum kostnaðarmeta þessa þætti en það er ljóst að bæjarstjórn hefur lagt algjöran forgang í það að við séum að tryggja að séu til fjármunir til þess að fara í þær nauðsynlegu aðgerðir sem að þarf að grípa til. Hverjir sem að valkostinir verða, þá munum við tryggja að börn, nemendur og starfsfólk starfi í umhverfi sem er öruggt og verði talið öruggt til framtíðar og verði bætt úr öllum þeim ófullnægjandi loftgæðum sem við erum að glíma við, takast á við rakaskemmdir og þá myglu sem þarna fannst. Og svo auðvitað það sem snýr á upplýsingagjöfinni, þá skiptir mjög miklu máli að þið fáið upplýsingar hvernig framvindan verður og hvernig við ætlum að vinna með verkefni til framtíðar. Og eins og ég fór yfir hér á undan þá mun þessi fundur verða aðgengilegur á vef
Akraneskaupstaðar og til stendur hann sé verði einnig, eða skýrslan verði sömuleiðis aðgengileg á vef Akraneskaupstaðar ásamt á vef Vallarsels. En það er núna tækifæri til þess að spyrja spurninga. Mér langar aðeins að útskýra fyrirkomulagið á þessum spurningum að það er smá seinkun á því hvenær ég segi mín orð og hvenær það berst til ykkar. Það er svona það 30 sekúndna seinkun, þannig að ég þarf að sýna í smá rými, gefa þið rými að þið náið að skrifa spurningana til okkar. Þannig að það berist örugglega til mín. Og ég svona meðan að þið eru mögulega að skrifa upp spurningar til okkar, þá getið þið beint þeim til Verkís, Indriða Níelssonar eða Sævars Þórs Jóhannssonar sem eru frá þeim. Sömuleiðis er fagfólk okkar hérna, Alfreð hjá Akraneskaupstað hérna með okkur, tilbúin að svara spurningum framkvæmdaþáttinn og Vilborg að sjálfsögðu eða eitthvað sem snýr á faglega starfinu. Þannig að við gefum þessu smá tíma. Ég ætla aðeins að hinkra við núna og ég andrými hvort að einhverja spurningar berast. Ég ætla að vona að þið hafið fengið svör við öllum þeim mögulegu spurningum sem gætu það hafa haft áður en að til þessa fundar kom og kynning Indriða og Villu eða Vilborgar hafi verið nokkuð skýr hvað varðar þær aðgerðir sem að verður gripið til. Langar að upplýsa sömuleiðis að þá höfum við lagt áherslu á það að vera með Verkís nálægt okkur í því hvernig við tryggjum að það úrbætur sem að þeir hafa bent okkur á, að þær verði framkvæmdar í takt við þeirra ráðgjöf. Þetta eru fagmenn sem að við höfum náð sem betur fer að kynnast í þessu ferli. Við höfum að taka út stofnanir kaupstaðarins. Þessi úttekt sem að hér var kynnt fyrir okkur er hluti af heildarúttekt sem við höfum að fara í gegnum stofnanir bæjarins í heild sinni og þess vegna skiptir máli að við náum utan allar okkar stofnanir og það staðan. Það er ekki enn að berast neinar spurningar sem að væntanlega að bera vott það að fólk hafi fengið góð svör á þessu fundi, að það er að minnsta kosti mín von að svo sé. Ef einhverja spurningar eru þá getið þið hvort sem komið þeim á framfæri nafnlaust eða undir nafni og ég hvet þetta fólk til þess að koma þeim á framfæri undir nafni að það er alltaf gott. Já, til fulltrúa Verkís hér ein spurning. Teljið þið að loftgæði eins og þau eru núna séu fullnægjandi til að halda áfram óbreyttu skólahaldi? Indriði, ég beini þessari spurningu til þín. Já, þetta er mjög góð spurning og svarið við því er í rauninni að þess vegna erum við að setja upp þessar fyrstu aðgerðir. Að við erum að óska eftir því að þessum ákveðnu 5 stöðum þar verði brugðist við strax og þá er hitt í rauninni það sem snýst svona frekar að hefðbundnu viðhaldi eða eðlilegu skemmdum. Þannig að já, svarið er já, að leið og við erum búin að klára þessi 5 mál sem við erum að ráðast í. Já, þessi spurning var frá nafnlausum aðila. Næsta spurning er frá Karen Ósk. Hvenær er áætlað að hefja framkvæmdirnar og hvenær er áætluð, og ég ætla að skjóta á að þessi spurning hafi átt að enda hver áætluð verklok
ef ég á að giska, en það kemur ekki fram í spurningunni. Og það mjög sambærileg næsta spurning, hvenær má ætla að framkvæmdirnar hefjist, og ég ætla að gefa Alfreð hér tækifæri á að svara þessari spurningu. Og hann gerir það bara úr sæti sínu. Framkvæmdir munu bara hefjast eins fljótt og hægt Villa var nú bara að klára að rýma þau svæði í dag og við munum bara fara í að loka þeim núna, teipa fyrir og tryggja það að ekkert berist fram í þau rými sem við megum nota, eins og Indriði nefndi áðan. Svo ég bara eftir að fara í öflun mannskaps til að ráðast á þetta verkefni með okkur, en við munum reyna að vinna það eins hratt og við mögulega getum. Við byrjum bara á morgun að teipa fyrir þau rými sem hann bendir á. Katrín kemur hér á framfæri með eina spurningu. Hvernig verður passað upp á dót og húsgögn sem verða flutt á milli verða ekki að bera gró eða annað? Kannski byrja á að beina spurningunni til Indriða sem að þekkir mjög vel til hvernig best að haga þessum málum. Við erum svo sem farin að fá mjög mikla reynslu af þessu, en kannski byrja á því að þú útskýrir svona hvernig á að standa að þessum málum, Indriði. Já, í rauninni þetta getur verið mjög flókið, en það þarf að skoða í rauninni allar aðstæður sérstaklega. Við erum tiltölulega heppin hér þar sem að í rauninni svo virðist sem allar skemmdir virðast vera tiltölulega lokaðar og því ætti dreifing gróa í rauninni ekki að vera mikil. Eina undantekningin er þvottahúsið, þar sem að við erum með töluvert opinn vegg þar sem við erum með, en þar erum við ekki með nein leikföng eða slíkt. En svo fer þetta yfir í flóknari hluti þegar við erum með meiri skemmdir og sýnilegri, þegar við erum komin í efni sem að eru gljúp og slétt, og þess Akranesbær hefur fengið miklar leiðbeiningar og leiðbeiningarrit frá okkur hvernig eigi að hegða sér í hverju tilliti fyrir sig, og ef að eitthvað óvíst þá geta alltaf hringt, en þetta svolítið háð hverjum aðstæðum fyrir sig, en ætti að vera mjög einfalt hjá ykkur í þessu tilfelli. Takk. Já, Alfreð, vilt þú bæta eitthvað við þetta svar? Þetta skýrt, finnst þér svona í takt við hvernig þið að vinna? Það bara eins og hann nefnum með, allt það sem við teljum skemmt, það fyrir, bara kemst aldrei inn í leikskólan, það fyrir bara út glugga. Tökum bara gler og rúður úr eða sópir undir. Þannig við tryggjum að ekkert berist inn á aðra deildir sem eru í lagi. Já, Karen Ósk, hún kemur aftur með já, hvenær áætluð verklok átt að vera, hún staðfestir það sem að ég hafði gripið á hann sem endapunktin, en ég held að við höfum kannski átt að svara þeim hluta betur hjá henni, en mér langar kannski aðeins að byrja á að draga fram það sem það snertir, að við munum leggja áherslu á að fara í forgangsverkefnum fyrst. Allt sem við höfum áhyggjur af sem að ógnar öryggi, það verður gengið í það strax. Svo munum við þurfa að skipuleggja starfið þannig að það sem í rauninni ekki að ógna öryggi fólks, en við viljum sinna sem eðlilegu viðhaldi, að það hægt að teygja það yfir aðeins lengri tíma. En mér langar eiginlega að beina spurningu til Alfreð þurfti örlítið aðeins að stinga sig frá. Ég tek næstu spurningu og kem aftur að þessu, en það sem að skiptir kannski máli svona út frá verktíma eða svona umfangi þessa verks. Þá langar mig að beina því til Indriða og Alfreðs.
hvernig metið þið það, hvað ætti að vera svona eðlilegur verktími að teknu tilliti til auðvitað leikskólastarfsins, hvernig það vera að þetta trufli ekki starfið, það sem svona almennar viðhaldsaðgerðir. Það getur verið erfitt að segja, en þessi 5 atriði ætti kannski ekki að taka, maður ætti kannski ekki að komast í gegnum þá svona 2 mánuðum, ef maður á að taka mikið tillit til starfsins í skólanum. Við fórum aðra leið, bara svo ég geti komið að líka niður í Teigasili. Þar gátum við útvistað einni deild, fengum pláss annars staðar. Þá gátum maður verið bara, við erum að taka þær 3 deildar og öll votrými núna á 3 mánuðum. Með því að endurnýja bara allt nema eldhús og hitakompur þar, sem ekki hægt að gera fyrir í sumarlokum, í sumar. Þannig að ég myndi áætla svona 2 mánuðir ef ég get fengið bara mannskap að þessu eins fljótt og hægt er. Bara þessi 5 atriði. Já, bara þessi 5 atriði. En hitt svona létt að og hægt að vinna með. Þannig að það getur hellingur gerst á þessu 2 mánuðir. Já, það síðan frá nafnlausum aðila. Hvenær áætlað að útiskóli hefjist hjá nemendum á Lundi? Þannig að beina þú þá til því? Nei, segðu bara þarna á... Við gerum bara strax í jafnvel næstu viku. Að það farið með 32 börn sem á Ölsudeildinni og við gerum kannski ráð fyrir að skipta í 2 horf og fara 2 viku. Og við erum bara í góðu samtali við bæði Garðasel og Akasel sem hafa nýtt þetta mikið. Og þær eru allir að vilja gera að aðstoða okkur þetta, þannig að strax var næstu viku gerum við ráð fyrir að fara með hópa upp til. En við munum náttúrulega láta foreldrar vita hvernig þetta verður og hvernig fyrirkomulagið verður. Við munum leggja áherslu á það að tryggja alla upplýsingagjöf og hvernig við stöndum að þessu berist til ykkur. Það eru ekki fleiri spurningar á skjánum hjá mér en ég ætla að gefa því aftur á svigrúm að spurningar geti borist. Ef eitthvað sem að brennur á ykkur eða eitthvað sem að þið hafið áhyggjur af, eitthvað sem þið viljið benda okkur á eða hvað sem er. Við erum hér til þess að reyna að tryggja að þetta verði staðið sem best að þessu. Endilega komið á framfæri til okkar því sem að í huga ykkar. Sýnir þessu bara smáþolinmæði, bara vera afskaplega róleg. Ég hef með svo svona hálfa mínútu viðbót. Það berist fleiri spurningar eða ekki? Já, það eru að koma inn. Borga sig að sýna þolinmæði. Já. Það spurning frá nafnlausum aðila. Hvenær var starfsfólk fyrst vart við leka og rakaskemmdir? Og kannski best að beina þessu til þín, Vilborg. Það komið alls svona ábendingar og búin að gera til öll langan tíma, sérstaklega í tengigangi og útvegjum í listsmiðjunni. Og þannig að það er alveg tölur tími síðan, skilur, þannig að það er, þær hafa alveg verið duglegar að benda okkur á og við komum í þá leiðis. Já. En hversu langt það er síðan get ég ómögulega sagt til sko. Næsta spurning í rauninni sama eðlis frá nafnlausum aðila. Hvenær var starfsfólk fyrst var við
Já, nei, fyrir ekki, ég að lesa sömu spurningu, ég held ég var aðeins rann til hjá mér textin hérna. Já, fyrirhugað einhver eftirfylgni hjá þeim börnum starfsfólki sem hefur verið mikið lasið mögulega þessu tengt? Já, það sem að og við höfum verið í sambandi við Heilbrigðisstofnun Vesturlands og höfum verið þar í sambandi við lækni sem hefur verið að sérhæfa sig í því hvernig á að vinna í rauninni með þessi mál. Og við erum annars vegar að undirbúa svona, fræðslu sem snýr að því hvernig við getum bæði verið að mennta starfsfólk okkar og síðan fyrirhugaðurinn á næsta ári í rauninni almennt séð það sem snertir það hvernig við viljum vinna með þessi mál gagnvart stofnunum okkar og svo sömuleiðis erum við svona stendur hugur okkar til að sama gildi í rauninni til foreldra. Við erum síðan almennt að beina fólki auðvitað bara til þess að leita til sérfræðinga, sem lækna. En mér langar að því að veit að Indriði mjög vel að sér í þessu málum. Það langar mig að biðja hann að svona koma með sínar ráðleggingar sömuleiðis sem varðar þessa spurningu. Hvernig myndir þú vilja svara þessari spurningu, Indriði, og hverju myndir þú vilja beina til fólk sem hefur áhyggjur, hvort sem það starfsfólk eða börn sem mögulega eru lasin vegna áhyggna hafa áhyggjur af loftgæðavandamálunum eða myglu. Indriði, gjör svo vel. Fyrsta skrefið alltaf að halda dagbók og dagbók fyrir barnið hvort að aðstæður breytist til veðurs, breytast aðstæður yfir sumarfríið eða jafnvel yfir helgarfríið eða í vetrarfríið eða hverju sem lýsa einkennum. Það þýðir líka það bara að maður fer að taka eftir einkennum og hvort sem að þetta gert daglega eða annan hvern dag, þá lærir maður að fylgjast með einkennunum. Og þegar maður búinn að skrásetja þá það fyrsta skrefið. Og þegar maður kominn þangað, þá hefur maður einhver gögn til þess að nálgast sérfræðinga, hvort sem það læknir eða hvort að einhver byggingasérfræðingur, hvort að það sé jafnvel tilefni til þess að byggingasérfræðingar komi heim til fólks og skoði. Það allt til í þessu, en fyrsta skrefið byrja að halda dagbók því að hún ein og sér getur í rauninni veitt ykkur ákveðnar upplýsingar. Eitt skref í einu. Takk fyrir þetta, Indriði. Já, næsta frá nafnlausum aðila sem ekki spurningu svo tekið fram en vil þakka fyrir góðar upplýsingar. Katrín kemur síðan með Akranesbær á hróskili fyrir að fara í þessar úttektir á stofnunum og svo stór broskall. Frá nafnlausum aðila, þess vegna ekki brugðist við svona ábendingum og þetta þá væntanlega við spurningunum sem kom áðan sem að snýra að starfsfólki sem var fyrst vart við leka og rakaskemmdum. Kannski beini þessari spurningu til bæði Vilborgar og til Alfreðs
Hvernig viljið þið svara þessu? Hvort það hafi verið brugðist við ábendingum eða hefur verið skortur á því fram til þessa? Já, ég myndi segja að það hefur verið skortur á því. Já. Ég er ekki að kenna einum en einum heldur Nei. bara við höfum komið með ábendingar og það hefur alveg verið hlusta, það er bara kannski vantað að ganga til fulls með það. Já, ég get svaraði þannig frá okkar Já. sjónarhorni. Ég vil koma því á framfæri að það má eiginlega segja að viðhaldsfé sem að hefur verið ætlað til framkvæmda á stofnunum bæjarins bara orðið viðurkennt núna, hefur bara verið allt of lítið. Frá því að þegar ég hef reynt að afla spurninga eða svara við spurningum mínum þá fæ ég þau svör að viðhaldsfé var skorið verulega niður samhliða bankahruni og það hefur hreinlega haft bara þau áhrif að því miður viðhaldi ábótavant ansi víða og núna undanfarin ár hefur verið verulega aukið við í viðhaldsframkvæmdir. Það hefur verið kortlagðurinni með ítarlegum hætti. Það svona viðhaldsþörf sem að þarf að fara í á stofnunum. Svo má eiginlega segja að þessi þekking sem að núna búin að vera að verða til hjá Akraneskaupstað með góðu samstarfi við Verkís, hún var einfaldlega ekki til staðar á Kaupstaðnum. Svona þekking á þessum hvernig átt að glíma við þessi rakavandamál. Við vorum búin að fá hinni ýmsu ráðgjafafyrirtæki okkur til halds og traust til þess að fara í gegnum það hvernig svona stofnanir eins og til dæmis skrifstofa bæjarins og ég bendi á eitt dæmi þar sem var búið að fullyrða við okkur að húsnæði var í fínu lagi en þá komu Indriði og hans fagfólk með honum inn í þessi verkefni og komumst að annarri niðurstöðu með mun nákvæmari vinnubrögðum en við höfum áður kynnst. Og það það sem við ætlum okkur núna að fara í gegnum hverja einustu stofnun og Vallasel hluti af þeirri aðgerðaráætlun. En Alfreð, ég beini spurningunni sömuleiðis til þín. Eitthvað sem að þú telur að við hefðum kannski spurningin í rauninni hvers vegna var ekki brugðið við svona ábendingum? Við beri bara spurningun upp eins og hún kom. Já. Jó, ég vil nú meina kannski að það hefur verið brugðist við, en samanber það að við fórum að í gluggaskipti í fyrra yfir þakið þarna á nýja skólanum. En eins og Sævar kemur niður á með viðhaldsfé, þá maður að reyna að dreifa þessu svolítið á stofnunum þegar það allir að kalla. Þetta einhverjir, ég man ekki hvað, 50.000 fermetrar sem við erum að fara yfir. Og allir þurfa eitthvað, þannig að maður reynir alltaf að fara yfir þá galla sem að geta valdið byggingarleika en greinlega betur má þetta duga skal, sko. Nákvæmlega og það það sem að bæjarstjórn hefur tekið föstum höndum og að setja mun meira fjármagn en nokkur sinni áður, bæði á þessu ári og verulegu fé áætlað í viðhaldsframkvæmdir og það áskoranir sem að blasa við okkur. Þannig að við ætlum að tryggja að heilsu fólks verði ekki ógnað. Kári Karlsson ekki húsvörður sem sér almennt viðhald dagsdaglega og ber ábyrgð á að koma ábendingum og varhugaverðum aðstæðum á framfæri. Það var rauninni sögulega séð voru húsverðir í grunnskólanum okkar en það var eitt af því sem var skorið hér niður við á sínum tíma en rauninni búið að ákveða að það verði veitt fé í það að ráðnir verði húsverðir og reyndar komin inn húsverður núna inn í grunnskóla til þess að sinna þessu starfi en það þá að tryggja fjármagn til þess til framtíðar og svo rauninni býð sú ráðstöfun til að sú geta sem að við höfum rauninni framkvæmdageta í deildinni sem að Alfreð stýrir, hún verður þá enn meiri til þess að sinna þessum almennu
viðhaldsframkvæmdir sem að þarf í öðrum stofnunum og svo munum við nýta þennan mannskap með meiri og betri hætti þannig að við náum að tryggja að svona geti ekki komið upp aftur. Og af því að tala hvernig við tryggjum, hvernig á að tryggja það að svona gerist ekki aftur, að þá langar mig Indriða því að ég veit að þú ert með góðar ráðleggingar hvað það varðar. Hvað hefur þú verið að koma, hvernig tryggjum við það að kaupstaðurinn passi upp á það að þær framkvæmdir sem við förum í núna séu nægilega góðar og hvernig getum við komið á svona fyrirkomulagi þannig að þetta komi ekki upp aftur. Já, það náttúrulega sú vinna sem að allt þetta góða fólk sem þarna og sú reynsla sem þetta góða fólk að kynnast þarna í Akraneskaupstað. Það í rauninni mesti fjárssjóðurinn falinn í henni að kunna að bregðast við. Það númer 1, 2 og 3. Og þegar við erum búin, við erum nú langt rúmlega hálfnuð með allar byggingarnar hjá Akraneskaupstað og líklega búið með 70% af því byggingamagni sem að við erum búin að skoða. En ég held að mest af öllu að þá verði til þekking innan hús hjá ykkur eftir alla þessa yfirferð til þess að bregðast við á réttan hátt. Þannig að þetta hefur allir haldið mjög vel utan þetta og iðnaðarmennirnir þarna hjá ykkur á Skaganum eru allir til fyrirmyndar. Já, ég vil þakka Kára fyrir góða spurningu sem að gaf okkur færi á að svona nálgast að útskýra enn betur hvernig við viljum standa að þessu. Og ég ekki komin með fleiri spurningar á skjáin hjá mér, þannig að við gefum þessu aftur smá svigrúm ef einhverjir vilja koma á framfæri spurningum sem að telja að hafa ekki verið svarað. Vonandi höfum við náð að svara öllum spurningum í samræmi við ykkar væntingar. Við gefum þessu smá tíma. Það enn ekki spurningar komnar og ég sé að fólk svona aðeins byrjað að tínast út af fundinum hjá okkur. Það svona hægt og rólega fækkar fólki en á fundinum. Það búið að vera mjög ánægilegt hvað við höfum fengið margar góðar spurningar sem hefur hjálpað okkur að koma upplýsingum á framfæri og hversu margir hafa tekið þátt. Hlýtt á þessa yfirferð. Það komin ein ný spurning. Já, nú ástand á stofnunum bæjarins á frekar slæmum stað. Verður passað upp á reglulegt viðhald í framtíðinni til að reyna að fyrirbyggja svona skemmdir. Já, þetta er í rauninni lykilatriði hvernig við pössum upp á þetta og var í rauninni einmitt spurningin sem ég var að beina til Indriða. Við teljum að bæði með ráðningu á húsvörðunum sem að hér var einmitt spurning hans Kára muni hjálpa verulega til. Það fé sem við höfum sett í viðhald hafi
mikið það að segja að laga ástandi sem nú og svo erum við auðvitað búin að vera það heppin að fjárhagur kaupstaðarins hefur verið sterkur og hefur gefið okkur kleift að leggja áherslu á að viðhald bygginga sé viðunandi. Við þurfum áfram að tryggja það að rekstur kaupstaðarins að kaupstaðurinn sé vel rekinn, þannig að við getum haldið áfram að passa upp á það að fjármagn sé nægilegt til þess að fyrirbyggja svona skemmdir. Og eins og Indriði bent á, og þá búið að byggjast upp hjá okkur gríðarleg þekking á því hvernig við erum að bregðast við, læra á þætti sem að geta kallað á forgangsaðgerðir og bregðast við löngu áður en að í óefni komið og það hefur við tekið mjög alvarlega. Við erum í raun að veita 100 milljóna í viðhald núna hjá okkur ásamt því að við erum að áætla nýbyggingar eins og til dæmis í Grundaskóla. Þar verið að taka skólann það mikið í gegn að það er vel á 2 milljarð sú framkvæmd sem að tryggir rauninni elsti hluti skólans fær rauninni algjörlega nýtt yfirbragð af því að spurningin var almennseðlis þá gefur líka almenn svör. Sömuleiðis erum við að nálgast hverja byggingu með þessum hætti og tryggja að það verði brugðist við. Og það er komin inn í spurning, segi ég. Já, þetta er í rauninni bara þetta er í rauninni sami aðili og var að beina spurningu og bara segi frábært og takk fyrir góð svör. Ég ætla að leyfa mér að fara að draga þá ályktun að við séum komin á endapunkt hvað varðar spurningar. Ég hef gefið gott svigrúm að fólk hafi möguleika á að skrifa til okkar. Ég er ekki að fá meldingum að neinar nýjar spurningar séu að berast. Þannig að ég með slít fundi. Takk fyrir í kvöld og góða nótt.